Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl. Við ætlum að ræða mál sem að hefur verið á vörum ansi margra landsmanna undanfarið, að minnsta kosti í ákveðnum kreðsum. Þetta eru sveppir, hvort það að mikrodósa sveppi lægi áföllin okkar, hvort það komi jafnvel í stað áfengismeðferðar. Það er ekki lengur feimnismál að þú prófir sveppi og segir frá því. Þannig að það hafa verið samfélagsbreytingar og einn er sá hópur landsmanna sem ég þekki ágætlega, það eru óvirkir alkóhólistar. Og ég veit að í þeim hópi þá er við getum sagt að þessi kannski pínulítill kurr eða ólga. Fólk er að reyna að spyrja þeirra spurninga, ætli sé í lagi að ég prófi þetta eða hvernig er það? Og til þess að fara aðeins yfir þessi mál í einhverri mynd hef ég fengið formann SÁÁ hér að Rauðaborðinu. Vertu velkomin, Anna Hildur Guðmundsdóttir. Takk hérlega. Þú heyrðir inngangi minn. Já. Kannastu við þetta sem ég nefndi til dæmis að í alka samfélaginu, hjá alkum í bata, þá sé það séu ansi margir að pæla í þessu? Já, auðvitað, ég er alveg, maður fylgist alveg með og maður heyrir þetta utan að sér, þannig að það, maður heyrt þetta, svo sannarlega. Þú ert í forsvari fyrir SÁÁ og þið eru með fólk í áfengismeðferðum. Já. Og það var alltaf kona í Ríkisútvarpinu sem sagði ekki alls fyrir löngu, ég fór ekki á Vog en ég fór í meðferð með hugveikandi efni. Þannig að þetta kemur ykkur við beint eða óbeint, ekki satt? Jú, já og nei, já. Við náttúrulega erum SÁÁ eru almannaheilla-samtök sem að reka heilbrigðisþjónustu samkvæmt heilbrigðislögum. Já. Og við bara vinnum eftir ákveðin hugmyndafræði sem við vinnum eftir. Já. Og þetta er ekki þar inn í. Nei. Þetta tengist ekki starfsemin okkar. Nei. Þannig að þetta er fagfólki okkar að fylgjast með þessar umræðu, þú veist hvað er að gerast út í heiminum. Já. Þannig að þetta fylgjast þær með. Veistu hvort það eru einhverjar opinberar áfengis meðferðir í öðrum löndum sem hafa bætt þessu í vopnabúrið? Ég held ekki opinberlega, opinberum ekki sem að starfa samkvæmt heilbrigðislögum, en ég þekki það ekki, ég bara, eins og sé, ég hef ekki kynnt mér það. Nei, akkurat. Því að við náttúrulega erum bara, maður er alltaf bara að starfa í því umhverfi sem að maður er hverju sinni. Já. Þannig og þetta er ekkert, þetta er ekkert þar núna hjá okkur allavega, skilur, þannig að ég hef ekki kynnt mér þetta til dæmis. Nei. Þetta er í rauninni ekki inn í íslenska heilbrigðiskerfinu. Það hefur ekki komið samþykkt á þetta sem úrræði, þetta fyrirbæri. Að því að þegar þú hringdir í mig og spurði mig hvort, eða sendir mig skilabóð og spurði hvort að ég vildi koma og tala um þetta, þá væri ég svolítið tvístígandi, ég veit ekki það alveg. En þannig ég aðeins spurðist fyrir, ég hafði ekki nægilega tíma til þess að aðeins að spurðist fyrir. Mér skilst að það sé ekki búið að samþykkja þetta, þannig að það þurfa að rannsaka þetta meira til þess að í raun og veru að þetta til þess að þetta fari af einhverjum af stað, fattari. Já. Ég veit ekki betur. Nei, þetta sé einhver staðar í miðjum fasa. Já. Og það hafi orðið eitthvað smá bakslag, en það þurfi í raun og veru meira til þess að þetta sé í viðurkennt. Ég veit náttúrulega ekki hvað er að gerast á geðsviði Landspítalans. Þú ætti kannski bara að hafa samband við þau líka og spyrja hvað er að vera hjá þeim. Já. En það sem við vitum er að ef þetta á að vera með fullum mannskap og samtalsmeðferðir þá kallar þetta á mjög mikinn mannafla, mikla resursa. Það var gagnrýnin á þetta þegar umræðan hófst fyrir nokkrum árum, hvort þetta farin í íslenska heilbrigðiskerfið að menn sögðu við erum ekki með allan mannskap. Nei, og svo eins og ég spurði í morgun, fékk að vita í morgun að ef á að nota þetta, þá þarftu samtalsmeðferð á sama tíma.
Já. og ekki bara eitt skipti, þú þarft alveg nokkur bara 10-16 viðtöl og að þetta þarf að vera meðferð byrjar og meðferð endar. Já. Meðferð ekki bara eitthvað eitt skipti eða 2 skipti, meðferð þá byrjar á einhverju, þú byggir eitthvað upp. Já, ef þetta væri gilt úrræði í heilbrigðiskerfinu, þá væri þetta eins og þú ert að nefna. Já, þá þarf að því að eins og það upphafa allir í meðferð ekki bara eitt skipti. Þú byrjar á einhverju og þetta stig magnast upp skilur, og svo það er eitthvað markmið með meðferðinni, þú þarft að öðlast ákveðna færni og fá ákveðna þekkingu í meðferðarferlinu, bara eins og þú ferð í áfengismeðferð, þú byrjar á einhverjum stað og svo bara vex meðferðin. Já, og það akkurat held ég ekki að gerast að sko margir þeirra Íslendingar sem að prófa þetta, ég þekki nú bara persónulega slatta fólki sko, sem hefur prófað þetta, þau hafa ekki verið að segja mig frá því að þau séu einhverju samtalsmeðferð samhliða. Nei, þú veist eins og ég segi, það eitt að vera að prófa svona eitthvað með einhverjar öruggar hendur og það annað að hafa heilbrigðisstarfsfólk með í för. Af því að heilbrigðisstarfsfólk vinnur eftir lögum og reglum. Og þannig að ef eitthvað kemur fyrir líka, að þá hægt að þá þarf þetta taka fólk til ábyrgðar, þú veist. Að ég heilbrigðisstarfsmaður sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi, þó að ég starfi ekki sem slík sem formaður, að þegar ég starfaði sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi, þá vinn ég eftir ákveðnum siðareglum, ákveðnum lögum og reglum. Þú veist, mér ber að uppfylla ákveðin skilyrði. Já. Og það náttúrulega, því það að vinna með fólk er mikil ábyrgð. Þú vinnur með sálar heill fólks. Já. Það gífurleg ábyrgð. Áfengi hugbreytandi efni. Svo sannarlega. Fíkniefni eru hugbreytandi efni. Já. Dópið hugbreytandi. Þetta sem við erum að tala kallast líka hugbreytandi efni. Já. Sá sem fer í meðferð á Íslandi og hættir að dópa eða drekka, hann fær þau skilaboð og þjálfast í því að það þýði ekkert að fá sér bara lítinn bjór ef hann var alkoholisti og var búinn að drekka frá sér allt lífið sem bjórdrykkjumaður, þá þýðir ekkert fyrir hann að bara ætla að fá sér einu sinni viku bjór eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru róttæk úrræði, þau segja engan bjór, ekkert áfengi. Og bara meðferðin gengur út á það að þetta í rauninni mjög svo róttæka viðbragð. Já, meðferð í dag náttúrulega hefur líka breyst töluvert. Þú veist, við erum alveg með mörg skaðaminkandi úrræði þar sem að í raun og veru eins og þú ert að byrja að vinna með fólk í göngudeild til dæmis, þá þú veist, að því að þegar fólk tvístigandi, þú veist, þú veist ekki hvort þú viljir hætta, þú veist, og þetta tímabil sem fólk svona að reyna átt að segja að það áfengi eða eitthvað sem að trufla mann, þá maður alltaf í þessu viðtali, þú veist, ok, og að draga úr drykkju, en svo, þú veist, að drekka minna þarna, en svo kemur alltaf að þessum tímapunkti að maður þarf að taka ákvörðun þú veist, hvora leiðin ætlar maður að fara, og við erum að vinna með það að drekka ekki og nota ekki efni sem að hafa þessi áhrif, það batinn. Já. En sko hér verður málið svolítið snúið út frá sögunni vegna þess að dópistinn hefur fengið þau skilaboð og þjálfun í því að hann megi ekki dópa eða þurfi ekki að dópa. Alkoholistinn sem hefur drukkið áfengi, hann engin ekkert hugbreytandi alkohol núna, en nú sem sagt inni í þínum skjólstæðingahópi, þar sem sagt hópur sem áður hafði vanist því að hann mætti ekki prófa hugbreytandi efni í þessum flokkum, en þau eru að því núna eða að velta því fyrir sér hvort þau ættu að prófa það eða ekki. Þannig ekki komin svolítið ný klemma. Sko samfélagið náttúrulega að breytast alveg rosalega hratt og bara alls konar í gangi. Við erum samt alltaf að tala það, þú veist, við vinnum ennþá með það þannig að þú veist, við mælum með að fólk láti allt vera. Það líka sko, S.A.A. ekki boð og bönn, samtökin sem slík, en út frá meðferðinni þá erum við að vinna með það að fólk, við erum að hvetja fólk til að tilenga sér þennan nýja lífstíl sem án áfengis eða án lyfja eða án ólöglegra vímuefna.
Já, það svo sannarlega eitthvað í gangi að nút í samfélaginu, þú veist, eitthvað. Ég persónulega, ég náttúrulega óvirk líka. Eins og ég, eins og þú. Bara svo ég hendi því á rauðabólu. Já, við höfum valið þennan lífstíl að ekki að nota áfengi. Og langt síðan, ég ætla að skjóta það inn í langt síðan ég skammaðist minn fyrir það að vera óvirkur. Það er svona frekar að maður ætti að skamma sín vegna árana þegar maður var virkur. Ég tel mig vera forréttinda manneski. Bara svo, þú veist, ég svo ótrúlega heppin að hafa fengið tækifæri til þess að hætta að drekka. Tek undir það með þér. Mér finnst ég væri ekki þar sem ég í dag. Ég ætti ekki þetta góða líf sem ég ætti í dag ef ég hefði ekki farið þessa leið. Tek undir hvert einast orð. Þannig að ég persónulega myndi aldrei þora að fara þessa leið. Mér þykir bara svo óbóðslega vænt sjálfa mig og bara ég myndi aldrei höndla að hafa ekki kontról. Nei. Ég hef sjálf þurft að nota hana lyf. Ég lenti í alvarlegu hjólasleysi fyrir 2 árum síðan og þurft að nota lyf bara út af meiðslunum. Já. Og þú veist, ef ég myndi ég blóta. Rosalega leið mér illa. Þú veist, bara svona, hvað var að gerast í líkamannum, skilurðu? Hugbreytandi efni gegn þínu vilja. Í raun. Er það ekki líka eitthvað? En á sama tíma tóku þau sársaukann minn, fattaru. Já. Þannig að mér finnst rosalega óþægilegt að hafa ekki kontról. Þú veist, og ég í eðli mínu öfgamanniska. Já, allt eða ekkert. Já, ég held að, þú veist, það mín svona persónulega skoðun að við sem að höfum fíknisjúkdóminn, við erum svolítið í eðli okkar öfgafólk. Já. En á sama tíma þá hef mér borist lán að læra á sjálfa mig og læra, þú veist, hvernig nota maður sjálfan sig og hvað, öll þessi verkfæri sem við fáum, bæðin í meðferðinu og síðan þegar við förum inn í 12-sporakerfið. Þú veist, þetta svo rosalega flottu verkfæri til þess að vinna með. Já. Þannig að ég persónulega myndi aldrei þora að prófa eitthvað svona sem ég vissi ekki hvað væri og hvert væri með mig og ekki undir stjórn heilbrigðisstarfsfólks, bara aldrei. Þú meinar án stjórnar heilbrigðisstarfsfólks þá Já, þú veist, ef þetta væri komið á það level, þú veist, við vitum alveg að þetta að fara í einhverja átt. Þú veist, svo sannarlega þurfa að vera breytingar á geðheilbrigðiskerfinu, þú veist, með lausnir, hvernig við erum að vinna og allt það. Veist, við erum bara, ég held að við erum í einhverju umróti núna. Þú veist, það eitthvað að fara að gerast. Ég veit ekki hvað það verður, því ég sé ekki framtíðina. Þú veist, en ég held að það eitthvað, kerfið okkar eins og það allavega ekki að virka. Nei. Þannig að það eitthvað að fara að gerast. Þú ætti kannski að spurja, þú veist, þá sem hafa meiri þekkingu þarna, þú veist, hvert Ég ekki vissum á þessu stigi að þetta snúist endilega svo mikið þekkingu, heldur bara svona að hugsa upp á þetta eins og við erum að gera. Ég held að sé líka ákveðin tilgangur með því vegna þess að svo ég bara rifji það upp að sá hópur sem að ég veit að svolítið næmur fyrir þessu nýja fixi. Það eru skjólstæðingar S.A.A. Það fólk sem hefur farið í gegnum áfengismeðferð og veit ekki hvort þetta væri bara svindl, hvort þetta væri eins og að fá sér eitt bjór nema því hefur verið sagt að það séu engar neikvæðar afleiðingar við þetta, en samt þetta ekki löglegt. Þannig að þetta bara svona, á þessu stigi má þetta bara vera á spjallstiginu, finnst mér. Ég líka mjög hlýðin að eðlisfari. Ég myndi aldrei gera eitthvað sem væri ólöglegt. Bara, ég ekki þar. Nei. Bara, nú ég aftur bara að tala um mína persónu. Já. Þú veist, ég Þú kaupir þetta ekki út í búð, það alveg rétt hjá þér. Nei. Ég myndi, þú veist, ég færi ekki þá leið, þú veist. Nei. Þú veist, ég fer til læknis, þú veist, ég fer til sálfræðings, ég fer til fjölskyldufræðings, ég fer til fagfólks til þess að fá lausn minna mála. Já. Það hefur komið fyrir núna síðustu daga að fólk sem situr í stjórn S.A.A. eins og Bubbi Mortens, hann hefur verið að hampa þessari reynslu. Já, það bara það frelsi í landinu, þú veist, það bara, ég náttúrulega get ekki kontróla hvað aðrir gera,
það bara, þú veist, hver og einn tekur sínar ákvarðanir og það bara þannig líka, þú veist, og það líka alveg eins og ég var að lýsa fyrir þið áðan þegar maður að byrja að verða þegar maður að átta sig á að maður með fíktsjúkdóm, þú veist, þá auðvitað vill maður svolítið kontrollera sjálfur hvert maður að fara, þú veist, það er sennilega einhver tíman einhver bent þér á að þú þurftir að gera eitthvað í þínum málum. Já. En þú ekki. Það tók ekki nema svona 25 ár. Já, við munum þetta alveg. Það var í sama með mig, skilur við, en það var svo sannlega búið að benda mér á að ég þurfti að gera eitthvað í mínum málum, en ég vildi auðvitað fara mínar eigin leiðir. Þangað til að maður er komin á þennan stað náttúrulega, þú veist, maður bara gefst upp og fær, þú veist, áttar sig á því að maður þarf að gera eitthvað og þú veist, og alveg svo ég þurfti á sínu tíma, þú veist, ég þurfti að fara inn á Vog til þess að átta mig á því að ég væri með þennan sjúkdóm. Og en fólk finnur sér auðvitað mismunandi leiðir og þegar ég er að hætta á sínum tíma, þá voru ekkert rosalega margar leiðir í boði, þú veist. Í dag er orðið svo rosalega mikið val, þú veist, af því að samfélagið er orðið svo margbreytilegt. Þannig að hvað fólk er að gera miklu meira heldur en við gerðum fyrir 20 árum síðan. Já. Og ennþá meira heldur en fólk var að gera fyrir 50 árum síðan þegar að, þú veist, SÁA var stofnað. Þannig að já, ég tek ekki ábyrgð á öðru fólki þó það sé stjórn SÁA, þú veist, en ég maður auðvitað vill bara vera góð fyrirmynd, þú veist, það er það sem maður er að reyna að gera alla daga. Þess vegna tók ég ákvörðun að fara í meðferð á sínu tíma að því ég vildi vera fyrirmynd fyrir börnin mín og fyrir fólkið mitt. Þú veist, að því að ég vil vera til staðar fyrir þau. Já. Þess vegna tók ég þessa ákvörðun að hætta að drekka að því að áfengi truflaði mitt líf. Já. Og kom mér á þann stað að mér leið ekki vel. Nei. Svo er annað sem að maður velti fyrir sér, sko, það er þegar maður heyrir í fólki sem hefur prófað þessa sveppi og lýsir því þannig að áföllin bara hverfi eða þau læknist eða eitthvað svoleiðis að það er þá það yrði þá algjört einstæmi í sögunni ef bara eitthvað efni dugar til þess að ryðja burt sársaukanum í lífiðinu. Það er þetta er nú kannski ekki alveg trúverðugt þótt maður ekki svona talið þetta upp. Kannski er þetta einhver placebo áhrif, hvað veit maður, ef þú trúir á það þá kannski virkar það? Já, náttúrulega trúin fer ótrúlega langt með mann. Þú veist, það er alveg þannig, þú veist að ef maður trúir á eitthvað þá fer maður langt. Og svo náttúrulega efnafræðin í, sko, það er svolítið ekki sama efnafræðin í neinum tveimur einstaklingum, þannig að... Nei, og ég meina öll upplifum við heiminn á mismunandi hátt. En ég hef bara ekki nægilega þekkingu, þú veist, ég get ekki sagt til það, þú veist, en ég veit bara, og ég get bara tekið mig sem dæmi, þú veist, ég hef þurft bara að vinna á mínum áföllum með því að tala þau og vera undir fag, þú veist, fá hjálp frá fagaðilum til þess að beina mér á réttar leiðir. Ég skrifaði einhverja forsíðu fréttir þetta fyrir mörgum árum fyrir Fréttablaðið þegar einhver umræða stóði yfir og það sem ég man frá því skeiði var að, sko, eins og ég nefndi áðan að ef þetta er úrræði í heilbrigðiskerfinu þá kallar þetta á mikinn mannafla því að það þarf að gæta fólksins. Það getur farið í mjög hættulegt ástand, það getur farið í rof, en þá erum við kannski ekki að tala um þetta mikrodós sem að núna er í tísku, en ég átta mig samt ekki alveg á því, sko, og ég veit ekki alveg, sko, mörkin, hvenar er þetta mikrodósa og hvenar er þetta makrodósa. Ég efast að kannski fólki þarna úti sem er að þreifa sig áfram með þetta fái endilega mjög góðar upplýsingar um það. En það var sem sagt talið, það var til dæmis talið þá á þeim tíma að í þeim tilvikum sem engin önnur úrræði, geðúrræði, engin, þegar væri búið að prófa öll önnur úrræði, þá var talið að þetta gæti verið til bóta. Og þannig hafði umræðan verið í erlendum ríkjum á þeim tíma. En vel að merkja, gallarnir voru samt tveir, hins vegar sá mikli mannafli, ég man ekki hvort sko, fólk þarf að vakta í 10 eða 12 klukkutíma, eitthvað svoleiðis, sem er náttúrulega eins og við vitum á Íslandi þar sem að vantar miklu fleiri hendur inn í heilbrigðiskerfið eða eitthvað, það bendir ekkert allt til þess að þetta verið mjög vinsælt þar. Og hitt var, sko, hættan á geðrofi að þótt mörgum gengi vel, þá var alltaf einn og einn sem að bara
fór bara illa út úr þessu. Þannig að sko manni finnst að þetta sé náttúrulega svolítið verið að við séum svolítið svona að fikta með eld. Ég allavega, þú veist, eins og segi, við störfum, þú veist, nú finnst mér svona, ég reynir, stundum ég að tala, þú veist, ég tala reynir bæði fyrir sjálfa mig og svo líka bara sem formaður S.A.A. Þú veist, og við bara vinnum eftir ákveðnum lögum og reglum og okkur bara ber að gera það. Þar að leiðandi, þú veist, eru við ekkert þarna. En eins og ég segi, ég veit alveg að fagfólki okkar sem að fylgjast með öllu því nýjasta sem gerist í þessum heimi, fylgjast með. Já. Og kannski verður þetta einhvern tíma hlutað eitthvað meðferð. Hugsalega mögulega kannski, við vitum það ekki. En þið viljið þá að það fari réttir röð í gegnum kerfið? Algjörlega, bara, þú veist, og leið og þú veist, það eru komin lög og reglur þetta og það er búið að rannsaka þetta og þetta er komið á annan stað, þá mun ég sem einstaklingu líka kynna mér þetta. Og ef ég verð þá á þeim tíma formaður S.A.A. þá mun ég þetta kynna mér þetta eða fá kynningu frá fagfólkin þetta. Þannig að mér stað ég hef bara ákveðna skyldur sem formaður en svo ég líka bara einstaklingur. Þannig að ég hef alveg skoðanir. En ég bara í eðli mínu ég passa svo manneskja. Þannig að ég Er einhver umræða þetta upp á Vogi og svona meðal ráðgjafa? Núna? Já, ég meina það, segi það nú ekki, þú veist, það er bara svo mikið að gera hjá okkur. En við erum alveg, starfsmenn frá okkur að fara á ráðstefnuna, sko, því að við viljum auðvitað fylgjast með. Við viljum vera uppdeituð, skilur, við viljum vera með í umræðinni. En við, eins og segi, við erum heilbrigðisþjónusta, við erum heilbrigðisstofnun og við vinnum eftir því og það er að leiðandi, þú veist, en fólk hefur alveg áhuga á að fá meiri þekkingu og það er bara eðlilegt, það er í eðli fólks að vilja bæta við og vita hvað þetta er. Og ég sennilega hefði áhuga á að kynna mér þetta ef ég bara hefði nægilegan tíma. Ég bara ekki, það er bara svo nóg að gera. En þú hefur að minnsta kosti gert tilraun til þess að svara heiðarlega þessum misgóðu spurningum mínum. Ég sem persóna, ég sem einstaklingur, ég myndi fara varlega. Ég sem einstaklingur með fíknsjúkdóm, ég myndi ekki þóra því. Nei. Ég myndi ekki þóra því. Nei. Það segir þú sem Anna Hildur Guðmundsdóttir, alkoholisti með 22 ára batasögu. Ég myndi ekki þóra þessu. Nei. Til hamingju með árin 22. Takk hérlega fyrir. Það er bara að koma bara núna 17. mars. Það er gaman. Ég svo rosalega, ég gerði eitthvað daginn, ég drakk í 20 ár. Og núna ég komið lengri tíma edrú heldur en ég drakk. Og ég man, þegar ég byrjaði að vera edrú, þá hugsaði ég með mér, ég aldrei eftir að vera edrú svona lengi, þú veist, maður voru að fundum fólki sem komið tveggjast á tölu og maður bara vá, rosalega flott fólk maður og svo er maður bara komin hana sjálfur og ég bara, mér finnst þetta er mitt mesta lán að hafa fengið tækifæri að fara í meðferð og hætta að drekka, þú veist, að því að ég vissi ekki að áfengi væri svona rosalega truflandi fyrir mig og það var svo mikil feginleiki að uppgöta að það var bara þetta blessaða brennivín sko. En sko, þarna er þetta að lýsa persónulega reynslu og ég hef sjálfur gert það, ég veit alveg aðra fjölmiðla en samfélagslega þá er alltaf löndin í kringum Ísland núna að vakna eitt á fætur öðru bara skaðsemi áfengis og það er svolítið sorglegt á sama tíma og nágrannaríkin eru að vakna til aukinnar meðvitundar samfélagslega skaðsemi áfengis séu við hérna að hvernig á ég að ræða það? Það er áfengistýrkun. Það er bara áfengistýrkun í íslensku samfélagi. Það er bara þannig. Þetta er í íþróttalífinu, þetta er í ungmennastarfi. Ef maður vinnur einhverja íþróttakeppni þá er maður umbunað með áfengi. Núna erum við til dæmis, við erum foreldrar. Við hefum nú börn í handbolta. Þú veist, og þetta, mér finnst þetta óhugnaleg þróun. Og ef ég hefði meiri tíma myndi ég vera ég hef nú alveg sagt mitt þar alveg, þú veist, eins og í mínu íþróttahúsi og svoleiðis
og ég hef mjög sterkar skoðanir þarna en ég held að við þurfum að fara að vakna upp af smá dvala sko. Já. Og það er rosalega mikil áfengisneysla á okkar aldurshóp. Já. Og ekki hlakka ég til þegar að við verðum komin á þann aldur að þegar heilsan fer að bresta sko og við erum í þessu mynstri þetta er ekki góð þróun sko. Nei, og þetta tvöfalda sölukerfi og... Já, þetta er bara alls ekki gott. Nei, þetta er ekki gott. Við höfum bara sofið á verðinum, algjörlega. Já. En það er alveg umræði í einn annan þátt sko. Ég veit það, ég var reyndar með smá umræði þetta bara fyrr í vikunni, ég ræddi við hann Árna Guðmundsson, forvarnafulltrúa sem nú betri en enginn. Sko lýðheilsa skiptir alveg ótrúlega miklu máli, þú veist, og það skiptir ótrúlega miklu máli að við hugsum vel okkur. Og áfengi er bara skaðvaldur. Það er bara búið að sanna það. Já. Er ekki sagt að 15-20% Íslendinga séu bara í hættu gagnvart alkohólisma eða eitthvað slíkt? Já. Þetta er nú engin smá fjöldi. Já, en á sama tíma erum við með markaðsöflin og þetta, og ég tala bara að hálfgerða áfengi styrkun, sko. Já, við erum með markaðsöflin eins og þú segir, við erum líka með Evrópu sem er að benda okkur, og Bandaríkin jafnvel líka, sem er að benda okkur á aukna skaðsemi, krabbameinsvaldandi, alvarlegri félagsleg áhrif heldur en hafa verið reiknuð. Svo... Við höfum alltaf verið aðeins öðruvísi Íslendingar, við þurfum alltaf að fara einhverju sérleiðir. Já, og nú heitir sérleiðin mikrodós á sveppum. Já, eða nú ætlum við að verða eins og Evrópa var áður fyrr. Meðan þeir eru að snúa við sveiflinu, þá eru við aðeins á eftir. Já. En svona er þetta, en ég hef tröllatrú á nýjum heilbrigðisráðherra. Hún er með mjög skýra sýn, Alma Möller. Já. Þannig að ég hlakka til að sjá hana í starfi hvað hún mun áorka. Frábært, það verður spennandi að sjá til hennar verka. En kæra þakki fyrir komuna, Anna Hildur Guðmundsdóttir. Og við förum yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 25 til 49 starfsmenn, í fyrsta sæti leikskólinn Lyngheimar, í öðru sæti leikskólinn Gullborg og í þriðja sæti rafræn miðstöð. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.